tryggt, hvernig er tilfinningin? Ólýsanlega bara, maður er búinn að beða svo lengi eftir þessu og svo þessi undirbúningu núna, smá áfall eftir fyrsta leik, koma svo inn í þetta bara, við hefum ekki getað að skrifa þetta betur sko. Fannstu fyrir einhverju meiri orku í þessum leik heldur en í þeim síðasta móti Ungverjunum? Hvað var svona öðruvísi? Hvað var það sem hann breytist? Bara að vera heima fyrir framann fólki sitt og geta gefið ekstra í þetta bara, maður fann einhverju auka orku bara, maður var skít stressaður og eitthvað skrítinn fyrir leikinn en svo þegar það kom að leikna það var bara einhvern veginn small allt saman. Svona rauði þráðurinn frá þjálfurunum fyrir þennan leik, hver var hann? Hvað var svona aðal markmiðið frá teiminu? Bara halda áfram þessu orkustíð, reyna bara einbráðið að spila okkar leik, þetta hraða tempó. Við verðum að ná stoppum til þess að geta keyrt í baki á mönnum og það var að gera þeim erfitt fyrir þeir að setja upp þarna pressuvörn og til að reyna að hægja á okkur. Þannig að það var svona rauði þráðurinn og svo var náttúrulega milli leikja að fóru þeir í gegnum nokkuð smá atriði sem við þurftum að tvíka og þau sínu yrkuð í þetta. Það spilaði eins og félaginn svona í þriðja og fjóra leikluta, það var svona þessi áhlaup sem að Tyrkjunni taka og því vissu svo sem að það var að koma. Fóru eitthvað ykkur þá? Það er svo mikið að töffurum í þessu liði að bara maður var bara einhvern veginn í mómentinu og svo kemur bara hver maðurinn og fætir öðru með eitthvað risaskot og segir það ekki bara allt sem segja þarf um karakterinn í þessu liði, Það voru held ég allir bara með risaplayerna í loka leiklutanum, þannig að það fór ekkert honum, maður var bara týndur í mómentinu sko. Ég man eftir EM fyrir 10 árum, þá voru menn á borð við Helga Magg og fleiri sem voru með óskamótherja, þeir óskuðu eftir Spánverjunum og fengu það. Einhverju óskamótherjar á þér? Kannski Grikkina eða? Já, ég veit ekki eins og hverjir eru á þessu Evrópumóti sko, ég var ekki búinn að koma það langt en það verður gaman að máta sig við þessi stærstu lið. Ég er búinn að vera í Grikklandi í 2 ár, Litáen jafnvel, og verður til að mæta þeim mínu gömlu félögum, þannig að já, gaman að mæta þeim tveim og svo bara kemur það í ljós hverju það verða og skiptir kannski öllu í augnablikinu. Til lukku með þetta, Álfar. Hlakka þér.